This interview is part of a CapShare podcast series where we discuss capacity sharing in the Arctic in local languages. Today, a local teenager is talking to Guðlaugur Skúlason, project manager at SSNV, the regional development organization of northwestern Iceland, about youth in decision making. The interview is in Icelandic. Góðan daginn, ég heiti Cecil, ég samræmingastjóri CapShare verkefnsins og þetta inngangur fyrir podcast sem með Guðlaugur Skúlason, verkefnastjóra samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra. Mig langar bara að kynna ungling sem ætla að taka viðtal við Guðlaug. Þá viltu kynna þig sjálfa? Halló, ég var að klára grunnskóla og ég bý í þorpi á Norðurlandi vestra. Já, frábært. Og getur þú útskýrt tengsl þín við þátttöku ungs fólks við ákvörðunartökur? Já, mér finnst bara mjög mikilvægt að ungt fólk fái tækifæri til þess að tjá sig og ég veit til dæmis að ég hef mjög mikið af skoðunum sem mig langar að koma fram og já, mér finnst bara gott að það sé hægt að gefa ungu fólki séns á að koma þessum skoðunum fram. Takk fyrir. Og nú ætlum við að spila upptökuna af viðtalinn sem þú tókst við Guðlaug. Viltu kynna þig sjálfan? Já, ég heiti Guðlaugur Skúlason og ég vinn hjá SSNV og starfa þar sem verkefnastjóri og hef verið síðustu 2 ár með svona þennan hatt að lyfta upp ungu fólki á Norðurlandi vestra í gegnum svoköldu áhersluverkefni sem við vinnum á og það hefur bara verið mjög skemmtilegt og gefandi. Geturðu útskýrt nánar SSNV hvað það Já. er? Sko, SSNV, þetta eru landshlutasamtök, það er að segja sveitarfélögin á Norðurlandi vestra sem eru 4, eru aðilar að þeim. Við erum með starfsstöðar á Blönduósi, við erum með starfsstöðar með starfsmenn á Blönduósi, Sauðárkrók og Hvammstanga og síðan erum við líka með starfsstöð á Skagaströnd en það er engin starfsmaður þar akkurat núna. En það eru öll sveitarfélögin sem eru félagi að landshlutasamtökum og þar eru við bara að efla samvinnu sveitarfélaga og auka þekkingu á verkefnin þá sveitarstjórnar til að mynda. Síðan eru að vinna að þeim verkefni sem aðalda sveitarfélagi kunna fela okkur og síðan ætlum við að reyna að styrkja bara stöðu okkar á landsvísu og stuðla eflingu atvinnulífs á Norðurlandi vestra og það er þetta aðalega sem við erum að tala að stuðla að eflingu landshlutans og þar kemur unga fólkið heldur betur inn í að bæði viljum við náttúrulega fá unga fólki okkar til að mennta sig hvort sem þau fara í burtu eða mennta sig á staðnum í fjarnámi eða fara og þá viljum við byggja þannig grunn að þau vilji koma tilbaka og búa á Norðurlandi vestra hvar sem þau kjósa en aðalatrið við viljum fá þau tilbaka til að efla okkar samfélag og til þess verðum við að hlusta á unga fólki til að átta okkur á hvað það vill í framtíðinni því að það er ekki fullorðna fólksins að ákveða nákvæmlega hvað þú eða einhver aðrir jafnaldrar þínir vilji gera eftir 30 ár eða 40 ár eða eitthvað hvað þá bara eftir 10 ár eða eitthvað svoleiðis þannig að við verðum að svona hafa unga fólki með í ráðum þegar verið að svona móta framtíð og stefnur landshlutans. Einbeitir SSNV sér að einhverjum ákveðnum aldurshópi ef svo af hverju? Sko, við höfum verið að vinna með aldurinn 13 til 18 ára bara núna af hverju, ég man nú ekki af hverju það kom til af hverju þessi aldur kom en við höfum bæði verið að horfa á hvort við ættum að vera aðeins ofar í aldri, fara upp í kannski 22-23 en þá er spurning hvort að það eru rosalega mikill aldursmunur á 13 og 23, þetta eru 10 ár og þroskin svo þroski sem að nær sér í þessum 10 árum er náttúrulega mjög mikill en okkur hefur gefist vel með þennan aldur 13-18 á þessum þingum og það er alveg ótrúlega magna að sjá ungmenni sem er kannski að
ég er í 8. bekk að vinna með einhverjum sem komið á annarri fjölbraut, að sjá það svona einstaklinga tengja saman, annar kannski er frá Skagafirði og hinn frá Hvammstanga aldrei hist, en þau einhver með ná að vinna saman. Þetta er bara mjög flott, og það sem ég sagði áðan með þetta sko, þegar maður nær krökkunum á stað í svona sköpun og svona kemur hugafluginu í gang sko, það eru flottar hugmyndir sem koma, og eins og bara síðasta þingi þá er bara frábærar hugmyndir sem komið þar fram, og við erum búin að kynna þetta nú fyrir sveitarstjórnarfólki hérna sem að svona geta hrint þessi framkvæmd, og búin að kynna þær hugmyndir líka fyrir félagsmála eða þeim sem hafa með félagsmiðstöðun, og eins og ég segja það að þá eru allan held ég 2 af þessum hugmyndum nú þegar komin í framkvæmd. Þannig að það er mikill, það er auður hann einhvers staðar sem að við megum ekki láta framhjá okkur fara. Það er hérna, ef við leyfum krökkunum okkar að skína þá fáum við eitthvað gott. Það er alveg samfæran. Getur þú nefnt einhver dæmi breytingar sem hafa orðið vegna SSNVF og þáttöku ungs fólks? Já, ég held að svona þessi vegferð sem að við byrjum, nú eru 3 ár síðan að við fórum að halda ungmennaþing sem að breytt allan að sín sveitarstjórnarmanna held ég, og það er mín trú að þessi ungmennaþing þau hafa skilað svona efni og afur til sveitarstjórnarmanna til að auðvelda þeim ákvarðanatöku, og ég held að svona skýrasta sýnin er fyrir 2 árum þegar við vorum með á þinginu. Þá vorum við að notum þingi sem svona hálfgert íbúa lýðræði, þar sem að við vorum að búa til svo kallar sóknaráætlun, og þar komu fram hugmyndir af ungmennaþinginu sem að fóru bara beint inn í sóknaráætlun og breyttar, og ég tel þetta mjög mikilvægt að sko, þarna er verið að hlusta á unga fólkið. Það er ekki verið að halda bara eitthvað þing og síðan kemur einhver það er búið að skrifa eitthvað fullt á einhverja miða og einhver skýrsla og eitthvað, og síðan er hún bara í skúffuna og við höldum áfram bara að gera það sem að við höfum gert síðustu ár. En þarna náðum við að koma þessu inn, og sem að hjálpar okkur sem vinnum hjá samtökunum og tengslum við sveitarstjórnar fólkið, að því þetta er okkar svona biblía, við vinnum eftir þessu, og þar ertu með bæði ákvarðanatöku sem hluti sem komum á íbúaþingunum okkar og ungmennaþinginu, og síðan voru líka hagaðalar sem að tóku þátt. Þannig að ég tel mjög mikilvægt að ekki vera bara að halda þingin. Það verður að koma eitthvað og krakkarnir verða að sjá að það skipti máli fyrir mig að taka þátt, og ég fekk nú bara frá einu foreldri þar sem að þáttakandi á þinginu var mjög ánægð að hugmyndir hennar var bara óbreytt inn í þessu plaggi. Þannig að sýna fram á að við séum að hlusta, þetta sé ekki bara svona að vera að tjekka í box, bara já við heldum ungmennaþingið og það var rosa gaman, og síðan bara sjáum við til hvað við gerum. Þannig að, og síðan núna á síðast ungmennaþingi þá breyttum við hans kurs og letum krakkana svona fá 3 spurningar sem þau áttu að svara, sem áttu að velja sér eitt topic og áttu að svara þeirri spurningu með einhverju hvað þau vildu sjá. Ég man nú ekki alveg topicin orðrétt, en þetta var svona horfðu fram í tíman, hvað vantar á Norðurland vestra til að þú vilji búa eða koma aftur eða halda áfram að búa hér, og það, ég meina ofta, það komur náttúrulega risastóra hugmyndir og síðan komur litlar hugmyndir, og ég veit nú þegar að það er allan að 2 af þessum hugmyndum sem eru komnar í framkvæmd. Þannig að ég held að þetta sé alveg gríðarlega mikilvægt, og líka bara fyrir sko, ef við blöndum pólitíkinni í þetta, að þá viljum við að pólitíkin sé að horfa á þessi þing sem að við teljum að séu búin að taka mjög miklum framförum frá því að vera 20 krakkar sem mættu í það að biðlisti núna og bara 3 árum, og ég tel að það sé út af því að við erum að nota efni sem er að koma á þingunum. Hvað er hægt að gera til þess að gefa ungu fólki meiri tækifæri til að tjá sig? Ég meina að þú varst eiginlega svo.
Já, þetta er partur en þetta er bara einn partur af því. Ég meina það, þó að við höldum þing einu sinni ári, þá eru hægt að vera með miklu fleiri plattforma ef þú vilt, og við höfum talað fyrir því og erum erum svona, ég ætla ekki að segja að við sem leiða neitt, en við svona erum eitthvað hryggjast ekki í að láta til dæmis starfsmenn félagsmiðstöða og starfsmenn sveitafélagi sem vinna með ungu fólki að sérstaklega á Norðurlandi vestra, láta þau tala saman út af því að þegar upp í staði þá er ekki rosalega langt á milli þéttbýliskjarnanna auðvitað kannski langt frá bæ sem að er hér út á Ströndum í Húnaþingi vestra og út í Fljót í Skagafirði, þetta eru alltaf margir klukkutímar í keislu, en ef þú horfir á þéttbýliskjarnana þá er þetta ekki nema rúmi klukkutíma milli 1:20 frá Söðokróki á Hvammstanga og Blönduós og Skagaströndina milli, þannig við erum þannig sé lítið samfélag hvað þetta varðar í vegalengdum, þó að kannski viðfermið á landslutanum er mikið, en þá það sem massin þá er stutt á milli okkar, og ég held að þarna sé mikil tækifæri að bæði að krakkarnir kynnist meira innan landslutans og síðan þetta að fá krakkarna til að hafa áhrif á sitt nærsamfélag. Þetta getur oft bara verið eitthvað lítið, þú heyrir einhvern bara það þarf að laga gangstétt, ég skilur bara eitthvað mjög lítið dæmi sem er mjög auðvelt að laga. Ef að einhver heyri þetta þá finnst mér þá ætti að hvetja viðkomandi ungling eða ungmenni að koma þess á framfæri við, að því að þetta er það sem að sveitarstjórnarfólk og þeir sem hafa eitthvað hlutin að segja í samfélaginu, þeir hlusta á svona þessi litlu hluti, þeir fara oft í framkvæmd en auðvitað koma líka hugmyndi sem eru bara með himmuskötunum og eru erfitt í framkvæmd. Ég meina það var á einhverjum fundi sem ég var á, man ekki hvað skóla, kannski skiptir ekki máli, en þá var spurt hvað vantar á Norðurland vestra og þá kom það vantar Subway en ég meina við höfum kannski getum ekki haft mikil áhrif á það en ég meina það er bara stór fyrirtæki í Reykjavík sem þarf bara að taka ákvörðun það hvort að þeir vilji koma á Norðurland vestra en mögulega væri hægt að taka einhver símtölu en það væri mjög erfitt að hrinda þessu í framkvæmd en ég held að þetta sé bara nummer 1, 2 og 3 að hlusta og það ekki þó að hugmyndin komi frá úlinga eða ungmenni hún þarf ekki alltaf að koma frá fertugum einstaklinga eða 50 sem er búin að búa hugmyndinir eru yfirleitt ekkit verri og oft eru það bara tölvöld betri frá þeim sem að koma eru með allt aðra sín á hlutina heldur en við sem erum kannski búin að búa í samfélaginu í 40 ára eða eitthvað svoleiðis. Hvað er næsta skref Húnaþings vestra til þess að auka aðkomu ungs fólks við ákvarðanatökur? Við tölum alltaf hjá SSNVAF, samtöku sveitafélag á Norðurlandi vestra. Við erum alltaf með allan landslutan, þannig að auðvitað Húnaþing vestra er náttúrulega að gera rosalega flotta hluti með eins og þessu verkefni og síðan er sérstaklega með Húnaklúbbinn og Greta og Sigur Líndal búin að vera mjög dugleg með menningafélagið og fleiri hluti og síðan eru við náttúrulega bara með flott starf víðsvegar landslutan og ég held bæði það að efla samvinnu á milli byggðakjarna. Ég held að við séum með í bullandi tækifæri þar, hvort sem að það er að Blönduós eða Húnabyggðarkrakkar og Skagastrandar komi hingað eða öfugt eða fari yfir á Söðokrók og Skagafjörð og öfugt og þannig að ég held að samtal þarna hvort sem það er gegnum skapandi greinar eða íþróttaiðkun krakka bara á þeim grundvelli sem viðkomandi telur sig finnur sig í, að því að það er ekki að bara setja íþróttur undir þetta, það finna sig ekki allir íþróttum og það er heldur ekki að setja bara skapandi greinar út, það finna sig ekki allir þar, þannig að við þurfum einhver meginn að finna svona einhvern ramma utan þetta, þannig að krakkandur okkar eða ungmennin okkar finni
finni sér farveg hérna og aftur hlusta, það er mjög einfalt að hafa sko, þú getur verið með ungmennaráð, tökum sem dæmi. Það eru ungmennaráð starfrætt að ég held í öllum nema einu sveitafélagi hérna, misvirka sjálfsögðu, en það er ekkert vandamál með ungmennaráði, en ef ungmennaráði hefur ekkert vald til að, sem sagt, ég kannski ekki segja þau að hafa ákvörðunartökuvald, en þó það var ekki nema bara með atkvæði, að það er svo mikilvægt bara að við erum í lýðræðisríki sko, bara að hafa atkvæði þá málefni sem þá sérstaklega snert á ungmenni. Síðan er bara misjafnt hvernig sveitafélögin hvað þau vilja gera með þetta, ég meina á atkvæði að vera innan ungmennaráðsins eða geta þau verið með áheyrnin á einhver málefni sem að hafa með þau að gera. Það er líka hægt að svona, ef við horfum á þessi verkefni sem er í gangi, ég nefndi menningafélag áðan, við erum með leikfélög, þetta er sko, það eru gríðarleg tækifæri til að efla ungmenni í gegnum þessi störf, af því að sköpun sem að kemur frá ungu fólki er alveg ótrúlega. Það kannski þarf að draga aðeins meira út úr þeim heldur en svona reyndum leikara, en bara það er ótrúlega hvað krakkar og ungmenni geta gert þegar þau fá lausan tauminn og geta bara látið hugan reika og það er magnað sko. Geturðu útskýrt nánar ungmenna veitu hvað ég það? Ungmennaþingið? Já, ungmennaþingið, takk. Já, ekki mál. Sko, þetta byrjaði fyrir 3 árum og er svo sem ekkert, við erum ekkert að finna upp hjóli í þessu, en það sem við erum kannski að gera, eins og vorum að ræða á þann, ég man ekki af hverju við fórum í aldurinn 13 til 18 ára, en þetta endaði þannig að þetta var semst 8., 9. og 10. bekkur í grunnskólunum og síðan fyrstu 2 árin í Fjölbraut sem að setur rétt á ungmennaþingi, og þetta er opið öllum, en við höfum þurft að setja hámarksfjölda síðustu 2 ár út af því að það hefur verið meiri aðsókn heldur en svona við höfum talið geta tekið á móti. Við höfum verið með 40 rúmlega krakka á þessum þingum og ástæðan fyrir okkur við förum ekki meiri, það er nú bara til að reyna að fá vinnuna aðeins skilvirkari svo allir líka fái rödd og plás, það sem leið og ferð að fara í mikið meiri fjölda þá er svona hætt við og týnist eða getur ekki svona komið þínum hugmyndum á framfæri og við höfum unnið þetta svona til að vera með bestu dreifinguna á landshlutanum, að þá höfum við sett þetta upp að hver skóli óhástærð fái 6 fulltrúa inn á þingið að hámarki. Nú ef einhver skóli er með færri fulltrúa þá bara fá hinnir skólaðin það fulltrúa, og það við höfum síðustu 2 ár höfum við verið með biðlista sem er bara mjög ánægilegt, og það sýnir að við erum að gera eitthvað rétt, það er að segja að krakkandir sjá að auðvitað þetta er vinna, það er það, en við reynum að gera þetta skemmtilegt líka og eins og ég sagði á þann að þú ert með krakka sem eru í 8. bekk og öðru ári Fjölbraut, og það er rosalega gaman að sjá hvernig við vinna saman. Og ég held líka að það sé mikilvægt þegar þú ert með svona bursið frá því hvort þetta sé eitthvað þing eða einhver viðburður eða bara hvað sem þú ert að gera með krökkunum. Alveg eins og bara þegar þú eldist, að ef þetta er ekki skemmtilegt þá mun fólk ekki mæta. Það breytist ekki tó sért sko 18 eða 50 eða 60 eða eitthvað. Þess vegna höfum við allan að lægt svolítið að vinna í það að vera með uppbrot á þessum þingum hjá okkur og bara þeim viðburðum sem við erum að gera með krökkum, að brjóta þetta eitthvað upp með einhver tónlistratri eða uppistandi eða eitthvað svona og svona einhverju, við höfum verið til þess Lára Kristín sem hefur verið svona halda utan þetta með okkur, hún hefur verið með heimsmeistarakeppnina í Skerjablaða Steinn sem hefur gefist mjög vel, það er mjög skemmtilegt og mikil fótur og fit þegar það er í gangi og bara mjög skemmtilegt, mér hefur allan fundist það og ég geti með bros á krokkum og þá virtist það gefast vel. Þannig að svona rauði þráðin í þessu sko, að
aftur, það er náttúrulega að hlusta og nota efni sem kemur frá krökkunum, en síðan líka það er bara alveg eins og með fullorðna fólki, ef þetta er ekki skemmtilegt þá mun, jú, ég mun að fólk kannski mætir einu sinni, en ef það var leiðilt einu sinni þá er mjög erfitt að fá fólk til að mæta aftur. Þannig að ég held að það hafi líka svona, við vorum fyrsta ungmennaþingi okkar, þá mættu 23-24 og það var bara svona tryout, ég meina fólk, eða krakkandi vissi ekkert hvað það voru að fara í og svona, og það var svona smá brekka, ég viðurkenni það næsta, það var aðeins svo þungt fyrsta, það vantaði svona smá fút í það. Efnið sem að kom út úr því var mjög gott og ég man eftir því að ég fekk það sem ég er sveitarstjórnarfulltrúi, þá fekk ég þá skýrslu frá því ungmennaþingi og það var bara margt mjög gott í því. Kannski kom á vitlausum tíma til okkar en það var allan ekki mikið nota og ég held að það hefur verið svolítið erfitt þess vegna að ná krökkunum inn á næsta ungmennaþing út af því að þau sáu ekkert eftir sig. Þannig að við einsettum okkur það að við ætluðum ekki að halda þessi þing nema að við varum að fá eitthvað út úr vinnunni hjá krökkunum sem við getum notað og sýnum að við erum að nota og síðan hafa gaman. Já. Takk fyrir að koma og nenna að svara þessum spurningum og útskýra SSNVAF betur. Bara takk fyrir mig, takk fyrir að taka á móti mér. Bara gangi okkur vel. Já. Ok, nú erum við komin aftur með Cecil og hún ætlar að spyrja mig einhverjar spurningar viðtalið. Já, mig langar að vita ef það var eitthvað í viðtalinu við Guðlaug sem að kom þér á óvart. Já, ég meina flest af þessu komur á óvart af því að ég vissi svo lítið SSNVAF og þess vegna var ég líka að taka þetta viðtal, ekki bara til að fræða aðra, heldur líka til að svo ég myndi fá að vita meira SSNVAF. Þannig að já, bara flest af þessu sem hann var að tala komur á óvart. Og hvernig myndir þú vilja að framtíðar þátttaka ungs fólks á Norðurlandi vestra yrði varðandi ákvarðanatöku? Ég væri til í að hafa meiri svona, hvað ég segja, tækifæri eða hittinga til þess að svona fyrir ungt fólk og og fullorðna til þess að hittast og gefa ungu fólki tækifæri til þess að koma fram sínum skoðunum og eitthvað og ég væri líka til í að það væri talað það meira af því að eins og ég sagði áðan að þá vissi ég ekki af SSNVAF og ég held að það sé fullt af ungu fólki sem að hefur fullt af hlutum sem að þau vilja segja og vill tjá sig en bara veit ekki af þessu og veit ekki hvert þau að fara sem líka af hverju við erum að gera þetta hlaðvarp þennan hlaðvarpsþátt en já, ég væri bara til í að það væri sagt fleira fólki frá þessu. Já, og takk fyrir að tala við mig. Takk sem við leiðis. Að tala við Guðlaug. Og já, þetta var mjög gott að heyra frá þér. Takk fyrir.